sem viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor við Listaháskóla Íslands, velkomin. Ég ætla að kalla því nafni sem allir kalla þig, Goddur, hér eftir. Við ætlum aðeins að fjalla valdið og valdastofnanir á Íslandi. Við ætlum líka að fjalla allar þessar tákmyndir og valdið birtist okkur í þessum stofnunum eins og Alþingi, forsetanum, biskupnum og síðan eru táknmyndirnar í kringum íslenska fánan, skjaldarmerkið, fjallkonuna og svo tillitaðarnir eins og 17. júní. Byrjum aðeins á stofnunum sem mest til umræðu núna, Alþingi, sögunni og virðingunni og hvernig það hefur þróast. Já, það sem kannski mér finnst að fólk þurfa að hafa í huga að hönnuðir, arkitektar og teiknarar eru raunverulega sviðsmynda gerðamenn fyrir samfélagið. Þeir búa til umgjörðina sem við svo leikum okkar leikrit eða hvað sem við köllum það eða tökum þess að þátt í samfélaginu inn í þessari mynd. Og það eru margir sem skilja ekki í bara ljósi ástandsins að hvers vegna fólk að kasta eggjum og málningu í þessa fallegu byggingu við Austurvöllinn. Þetta er bygging sem við skulum horfa aðeins á sem sett inn í svona híminhvolf hugsan okkar í gegnum peningaseðla. Þetta er utan af gamla, þetta er semst mynd af Alþingishúsinu á gamla 1000-kallinum og hann fer svo á frímerki og við þurfum aðeins að hafa í huga í sambandi við þetta, stöldurum aðeins við að þessi fallega bygging hún er gerð teiknuð af dönskum húsameistara sem á sínu tíma upp úr miðri 19. öldinni er rektor Listaháskólans í Kaupmannahöfn. Og þetta er partur af þessari sögugerð, sagnagerð að þarna fær valdið eða sem eru fulltrúar okkar á Alþingi, þetta er þeirra sviðsmynd. Hann mála svo þessa mynd sem við erum að horfa á núna, hann Þórarinn B. Þorláksson og hann er einn af þessum, þetta eru örfáir menn sem raunverulega búa til tákmyndi þjóðarinnar sem flestar byrja þarna í kringum 1874 og halda svo áfram mest í kringum hátíðarnar. Og það er svolítið merkilegt að sjá svo þegar samtími kemur að þarna er komið varnarhlið, þarna er lokað af með víggirðingu og fólki núna haldið frá þessu og þetta er það sem er búið að leika þetta hús, sem sagt það er búið að kasta á það málningabombum og eggjum, þarna standa svo lagana verðir með krosslaðan hamar og íslenska yfirstéttin með forsetafrúna og biskupinn þora ekki út, sem þetta þarf að segja, ég er að vísa í atburði sem urðu við síðustu þingsetningu. Þetta er náttúrulega svakalegu munu frá upphafningunni, þessari sviðsmynd sem er sett þarna til þess að fagna sem sagt þegar við erum að berjast gegn kolóníalisma, þar sem við erum að berjast gegn nýlenduherrum okkar, dönum og við búum okkar til eigið sem sagt sviðsetningu og myndmál sem er alltaf farað í gang og þetta sem þetta er einhverju tímarnir tvennir, þarna er þetta rúmum 150 ára, eða 150 ára setna er svo komið fyrir að við getum ekki borið lengur virðingu fyrir þessu á sama hátt og tilstóð í upphafi. Þannig að húsið í rauninni, það var byggt til þess að áskapa virðingu, það dugði sem slíkt og við höfum alltaf litið á það sem svona ákveðið tákn fyrir okkar lýðræði og eðli tilfinning er oft þar að segja að því að þessar táknmyndir sem ég orða svona að myndist á heila kveldi hugsan okkar að það geta breyst yfir í hatur og reiði og það er þegar við erum ekki lengur, við getum ekki nákvæmlega skilgreint hvers vegna við erum svona óbúðslega reið, við erum bara reið og við ráðumst á það fyrsta sem er táknmyndin af þessu öllu saman
og við getum þó að það skiptir engu máli hvað stendur á skiltunum, hverju verið að mótmæla oft spurt, við erum bara að mótmæla því að þetta ástand getur ekki haldið áfram svona áfram. En þetta var alltaf ábyrgðandi þingsetningunni vegna þess að það eru 2 hús sem liggja þarna saman. Það sem sagt vald kirkjunnar annars vegar og svo andlega og veraldlega valdið. Og síðan þingið og bæði verða fyrir árásum á sama tíma og líka þetta vald sameinast í þessum göngutúr þarna á milli þessara tveggja staða. Já, líka kannski ljósið þess sko að það var nýlega komið upp þetta mál biskupana að þá allt í einu kristallaðist þá svo vel hvað þetta vald samtengt, bæði andlega valdið og veraldlega valdið, hvernig þeir eru innmúraðir og hvernig raunverulega þetta samgangur var svo mikil að þeir þögguðu eiginlega óþægileg mál niður. Þau kom ekki upp á yfirborðið vegna þess að það varðaði innstu valda með þjóðarinnar. Þarna sjáum við einmitt dauðhrædda forsetafrú og síðan hræddan biskup og síðan lögregluvaldið þarna í kringu þau til að venda þau fyrir múgnum. Talandi forsetafrúna, forsetin og forsetaembættið, það hefur líka breyst í tímanna ráð. Já, en þetta er enn og aftur þess að makalust hvað nefnilega við fáum svo mikið arf frá Dönum ef við skoðum svo næstu seríu, að forseta, þegar við fáum stjórnarskrána þá er nánast eina sem er gert að skipta út konungi yfir í forseta. Og við erum með danska stjórnarskrá og danskar fyrirmyndir og við dubbum okkur upp eins og við séum partur af dönskum aðli. Og þessi keisarastíll sem margir héldu að Ólafur Ragnar Grímsson hefði komið með, hann er til frá upphafi nánast. Og nema kannski eitt meðan Kristján Eldjárn, hann er kannski fulltrúi struktúralista og modernista sem gátu valla borið svona búninga þó að hann þyrfti að gera það. Vigdís hikar ekki við það, enda svona í frönskum barokk stíl nánast, þó að hún verði svo 80s ímyndin af henni og kannski eins og ykkur segja, hún Vigdís kosin sem forseti eftir mikið umrót og feminisma og mikið suðupottur sem í gangi þarna 70s og svo á 9. áratugnum og menn segja stundum að pottlokki á þann suðupott hafi verið lagt á með kosningu Vigdísar því að það datt svolítið botnin úr kvennabaráttinni við það sem svo kannski komið í gang aftur núna og svo tekur svo Ólafur Ragnar Grímsson við og raunverulega stígur eitt skref sem menn höfðu kannski ekki fattað að hann fer að haga sér eins og hann sé konungur og kannski svona hann tekur af og gerir embættið að miklu meira valdi heldur en nokkun grunaði að væri hægt að gera. En ef við skoðum aðeins og berum saman þessa myndir vegna þess að þarna sjáum við bæði í gennum fjölmiðla og síðan kannski bara virðingu þjóðarinnar gagnvart embættinu, það forsetaembættið birtist með allt öðrum hætti framan af, síðan þegar Ólafur Ragnar tekur við, þá eru gerðar bæði einhvers konar fígúrumyndir og grínmyndir af honum og embættinu sjálfu. Er þetta tíðarandinn eða er þetta einstaklingurinn sem breytti embættinu? Ég held að segja hvort tveggja. Ég held að tíðarandinn sé hluta af þessu því að bæði verða svona hlutir eins og orðuveitingar og fálkaorðan verður alltaf hjákátlegir eftir þessum tími líður. Að upphafið af svona orðuveitingum kemur líka úr svona hernaði og aðlinum og danska fyrirmyndir og sá sem smíðar fálkaorðin á sínu tíma er svo rektor handverksskólans í Kaupmannahöfn og þetta er sami maðurinn og að myndskreyta, hann aðalega frægur fyrir það að myndskreyta posturinn hjá Bingo Gröndal, hann myndskreytir H.C. Andersen ævintýrin og gerir íslensku fálkaorðuna og eitthvað frímerkan er frægustu fyrir þetta og þetta er partur af þessum sem við gleymum stundum að það eru Danir sem forfram okkur, það eru Danir sem gefa okkur mótin eða formin aðeins öllu saman af alþingi, af dómskerfinu, af stjórnarskráni og af forsetanum sem er eiginlega ígildi konungsins. Það er eins og við höfum aldrei hugsað þetta sjálfstætt eða upp og nýtt og heldur betur tími til komin að fara að velta þessum steinum og skoða betur hvað er undir og hvað það sé ástætt þess að viðhalda þessu. Skoðum aðeins það sem við höfum kallað sameiningarþátt þjóðarinnar og höldum að eða margir halda að sér íslenskt, það er fjallkonan, íslenska fjallkonan. Já. Hún er talin að hafa myndbirst á Íslandi fyrst eins og með Alþingishúsið 1874 þó að hafi svo komið í ljós eftir á þessu skjali Benedikts Gröndal sem hann teiknar sem er kallað þjóðhátíðarskjalið og hann kemur svo í ljós að hann hafði dregið þetta upp eftir teikningu hjá manni sem heitir Tsekker sem hafði gert þetta fyrir útgáfu á þjóðsögum Jóns Árnasonar í þýðingu Eiríks Magnússonar í London sem hefur komið út í London 20 árum fyrir og svo þegar menn halda það að þetta sé liggi djúpt í íslenskri þjóðasál að þá kemur í ljós að hún á fyrsta lagi systur út um allt
Hún heitir Germania í Þýskalandi, hún heitir Helveti í Sviss, hún heitir Múr Norge í Noregi og Svea í Svíþjóð og hún með öðrum orðum þá kemur í ljós að þetta tákn þeirra sem voru að berjast gegn monarki eða einveldi konunga. En hún birtist okkur bara á síðustu öld. Já, hún birtist okkur sko hérna fyrst 1874 og síðan sko til þess að á sama hátt og menn eru að láta okkur þessi kynslóð afa og ömmu allavega minna kynslóðar svo kynslóð sem sannfærir okkur það við séum þjóð og það þarf svolítið átak til þess að við trúum því vegna þess að þjóð fyrirbæri sem var ekki sko í sama skilningi þjóð á miðja 19. öldina og það sem gerir svo 17. og 16. öld, þessi upplifun rómantíska upplifunin á fyrirbærinu þjóð eða þjóðerni og til þess að við tryðum þessu fór þetta á allar umbúðir, þetta fór á skósvertu, þetta fór á kaffibæti, þetta fór á súkkulaði, þessi mynd, hún fer út allt, það nánast þetta eina myndmálið á umbúðum, peningasellum og vörumerkjum í gangi þegar við erum að þessu. Nema þessi til dæmis mynd sem við erum að horfa á núna sem fyrst á Seyðisfirði. Seyðisfirði var svo ólíkur öðrum plásum á landinu því að hann var sko gerður á útlendingum. Þeir föttuðu strax að íslenska fjallkona væri ekki ein. Þarna væri Múr Norge, þarna væri Svea og þarna væri hvað sem hún heitir í Færeyjum eða Danmörku. Og þetta íhugunarvert þegar menn eru svo eitthvað að agnast út í það að hörunstokkar konur flytji ávar fjallkonunnar. Fjallkona ættu frá framandi landi þegar hún útlensk allan tíman. Og þegar kemur meiri sér ljós að þessi frumgerðarnar Marianne, svo franska, sem sama konan og frelsisstyttan í New York. Og svo þegar þetta rakið enn lengra aftur þá þetta engin önnur en Minerva eða Pallas Athena, skjaldmeyjan. Og þegar þetta svo, með öðrum orðum, þetta gyðja viskunnar. Og þegar sem sagt, eins og ein tekningin sem að gerði hann Muggur, þar sem fjallkonan að fræða börnin, við notuðum alltaf myndir til þess að segja sögur. Það eru sagðar til þess að útskýra fyrir börnum og ungviði hvernig rætur okkar liggja og þegar svo þetta komið út í klísjur og menn sjá ekki lengur hvað þetta þegar hún orðin hálf hafmeyja og hálf fjallkona með 4 fermingadrengi að bera hann yfir sundlaug, þá menn alveg búin að missa botnin úr þessu, menn skilji ekki lengur fyrir hvað hún stendur eða hvað hún og þessi mynd hérna ekki mynd eftir listamenn eða einhverja menn sem að fremja einhverja gjörninga. Þetta þjóðhátíðarnefndin í Árborg rétt eftir að Selfoss og Hveragerði var saminuð og það íhugunarvert að enginn þorir að horfa inn í myndavélina vegna þess að enginn raunverulega skilur hvað að gerast. Skoðum aðeins víkingana sem við höfum nú talað hérna, þá sem svona ákveðið stolt okkar þó að myndin af þeim hafi breyst í gegnum útrásarvíkingana. Ef við skoðum víkingana... Þetta hálf vandræðalegt með víkingana vegna þess að það eins og að það engar fornminjar sem segir okkur nákvæmlega hvernig þeir líta út. Og þetta sennilega, þessi víkingaímynd sem við erum að fást við í dag á rætur sínar að rekja til Eimskipafélags Íslands og þegar við erum að búa til myndmál á fyrirtæki. Og það ákveðin þrýstingu frá Vesturheimi sem veldur því að því það er verið að marka þetta Eimskipafélagi sem sagt í Vesturheimi að það kemur svona póstkort sem finnst sem teiknararnir bæði Samúel Eggertsson og svo Stefán Eiríksson sem teiknar hlutabréfa form hérna Eimskipafélagsins. Þeir rekast á þessa fyrirmynd á póstkorti og þegar farið hans að kafa í þetta þá kemur í ljós að þetta kona sem gerir skúltúr fyrir norskan mann sem hafði grætt á því að finna upp lyftiduftið. Hann heit Eben Norford og var þjóðfræðingur sem í frístundum sínum en hann sponsorar eða kommissionerar þessa styttu og hún svolítið íhugun að verða vegna þess að hún ekki mikil karlmennsku ták því að hann er ljósarður og skegglaus með eitthvað skona brjóstahöld í stuttpilsi og voða lítið svona karlmannlegt raunverulega þegar það farir að skoða þetta. Þessi kona sem gerur þessa styttu var dálítið merkileg því að hún var sko feministi og hún var að berjast gegn þrælahaldi. Þetta er Ann Whitney og kemur frá Boston eða sem sagt þessi stytta í Waltham, hún rétt sem útkvar í Boston og hún finnst líka í Milwaukee og hann sem sagt að benda á að uppruni fyrstu hérna innflytjenda í Bandaríkjunum séu norrænum uppruna. Nú, í þessum tíðaranda á 19. öldinni þá alltaf þessi upphafningu hetjunnar. Þetta ofurmenni hjá þjóðverðum, þetta Superman hjá hérna Bandaríkjamönnum, þetta Stakhanov hjá
hjá Sovétríkjunum og þetta hérna Jóhannes á Borg hjá okkur. Hann fer í víkingaferðir til Vesturheims til að safna peningum og hérna hann til myndir á hann sem hann að berja svertingja, það sem hann að sparki svertingja og hann svona að sína hvað víkingar séu sterkir og þá byrjar þessi rómantík uppafning víkinga. Það svo seinna sem Einar Jónsson gerir styttuna Ingólfi Arnarsinni og svo seinna Þorfinni Karlsefni að þessi kallmannlegi víkingur verður sem sagt partur af því sem við erum að benda börnunum okkar á sem fyrirmynda á þessum tímamilli á sérstaklega millistríðsárunum. Þannig að þetta kemur dálítið seint til að víkingarnir verða svona miklar hetjur að minnsta kosti í þessum táknum og þessum myndum. Þetta gerist fyrst og fremst fyrir amerískan þrýsting og svona okkur vantaði hetjur. Okkur vantaði hetjur. Og hérna svo gerist það sem menn búin að missa raunverulega aftur hvað þetta alls saman táknar að það voru bara óvinir eða það að segja þeir sem voru fórnarlömb víkinga sem byggu til hjálma með hornum. Það að segja þeir voru líkið svo saman við djöfla. Hvaðan koma hornin? Hornin koma bara af lýsingum fórnarlamba þeim sem var nauðgað og þeim sem var rænt á klausturum á Írlandi og Skotlandi. Þannig að þú ert að segja að víkingarnir voru ekki raunverulega með horn á hjálmunum? Aldrei. Þetta bara til þess að myndlíking til þess að segja hvað þeir voru djöfulegir. Og svo taka menn þetta upp í auglýsingaherferðum í Bandaríkjunum og þetta einhverju tuttar sem kom utan á myrkrinu og svo þessi furðulega árátta að fara að hengja logo og allt saman sko. Að þá kemur þessi útrásar víkingurinn skömmu eftir að eins og menn segja með Jón Pál sem hafði ykkur tíman fengið á sig þá orða að hann væri ykkur eskimói og hann hrópar upp ég ekki eskimói, ég víkingur og svo verður þetta eitthvað svona 80s uppa sem taka þetta útrásar víkingurinn og hetjumennskuna og hengja þetta og útbýja þetta allt saman í logóum eins og Þannig að íslenska hetjan víkingun hann var til bara einhvern tíman á síðustu öld. Nákvæmlega líka, hann bara 100 ára gamalt fyrirbæri sko. Íslenski fáninn, það nú eitthvað sem að má ekki snerta og mikil og öflug fánarlög og menn eru farnir að vanvirða fánan kannski meira heldur en sko gott hefði þótt fyrir einhverjum árum. Já, sko það nefnilega líka þetta sem partur af þessu sem merkilega hvað menn hafa mist tökin á þessu. Það sem var algjörlega friðhelgt og algjörlega heilagt virðist ekki verða lengur og menn virðast ekki lengur hafa sko getu eða nennu til þess að fylgja því eftir lögunum. Og það eru mjög ströng fánalög til og það eru mjög ströng lög notkun á skjaldmæðmerki og svo framvegis þeim ekki fylgt eftir. Þarna var sama gert að það hefði verið að innræta okkur með því að planta þessu inn í hímingkvæl hugsan okkar með því að setja þetta á frímerki peningaseðla, postkort og framvegis og við þurftum að umgangast þetta með sérstakann hátt, það mátti ekki hafa fána hangandi upp á nóttinni, þú varst að taka hann niður á kvöldin, þú varst að brjóta hann á réttan hátt og við kunnum þetta sem voru skátar og sem vorum í æskuli starfi í sér krakkar, svo koma sko poppararnir, bera enga virðingu fyrir þessu, alveg saman eins og Jimi Hendrix með bandaríska þjóðsöngin að ráðast á þessi heilugu tákn og það sama gerist hvort sem þetta sko með breta eða bandaríkjamenn að gera þetta sundfötum eða bikini, það gerist svo hérna á Íslandi þó að faktist megi ekki og meiri sé að löggan notar þetta sama þó að megi ekki blanda þessu saman við logo eða merkjagerð, þá finnst þetta í fórum lögreglunar og það er með ólíkindum hvað þessu ekki fylgt eftir og svo makalaust að það stendur meiri sig að hann verða að vera á íslensku efni ég var á íslensku ull og lengi vel var staðið við það en það er meiri sig að slakað á og nú er hann framleiddur úr bresku efni og eiginlega orðið fátt íslenskt við gerðans þegar upp er staðið og makalust líka hvernig tákmyndagerðin í kringum þetta sást allt í einu eins og þetta væri sko endurreisnin úr rústlónum, þetta var eitthvað framboð í Kópavogi það sem þessi fræga mynd sem var reyndar kom í ljós að var sviðsetning úr Amerikana sem áróðusmynd og seinni heimsstyrjöldinni en þarna notuð eins og Reykjavík sé rúst og það þurfa að endurreisa íslenskt lýðveldi og svo er makalust hvað fótboltabullur komast upp með notkun á íslenska fánanum með útbýðanju SO logo og öðrum logounum en leið og nákvæmlega sami að gert með mótmælendum þá eru þeir teknir, fangelsaðir og ákærðir en fótboltabullurna komast upp með þetta. Þannig við kunnum ekki að skilgreina í rauninni sko hvenær við erum að brjóta fánalögin og hvenær ekki. Tvöfalt siðgæði, eitt fyrir aðra en ekki fyrir okkur sko. Við skulum skoða það sem þjóðerniskenndin er hvað mest 17. júní. Það er dagur sem hefur breyst alltið í hugum okkar. Já, sko, hann náttúrulega hangið saman við stofnun lýðveldisins 44. Þá er það heilagur dagur, þetta er þjóðhátíðardagur okkar og þá við minnumst Jón Sigurðssonar sem er stórt íkon
og þarna sláum við á fínustu strengin og þarna spilum við á fiðluna og tenórinn og þarna í þessari mynd til dæmis þarna dagsbrún, fálkin og fáninn í einni mynd, það var alltaf að komast herra sem tenór heldur en þetta. Svo orðið það sem var áður úr tínir komið núna plasti og þetta er einhvern plastóð sett í gluggana niður 17. júní og þetta er orðið fullkomið kits og yfirborðsmennska að labba niður 17. júní, það er alveg hlægilegt þegar maður fer að hugsa þetta og þetta er orðið að vindrellum hérna hjá börnunum þó að í ströngustu skilningi má ekki gera þetta og þetta er orðið að snuðum og sælgætis drasli í búðunum og í raun og veru sko er 17. júní gjörsamlega dottin hún í Disneyland. Það eru allar merkingarnar, allt það sem voru okkar merkingar innan gæsalappa sem við fundum upp á þó að hafi verið kringum þjóðhátíðina, alþingishátíðina, lýðveldishátíðina, þetta er hrunið, þetta er að sökkva í Disneylandi og þetta er bara eitthvað svona, það er svo gaman að 17. júní og eitthvað og við skiljum ekkert af hverju. Það vantar allan grunni. Það vantar allan grunni í þetta og engin skilur einhver hvað þetta er og börnin, foreldrarnir skilja þetta ekki, börnin skilja þetta ekki og þetta er dottið ofan í Disneyland. Þetta snýst bara blöðrur og fagnaðarlæti sko. Förum þá aðeins yfir í hérna skjaldarmerki sem að ánum að vera svona táknið fyrir þetta allt saman. Já, sko, þetta er sko, menn sko stundum gerir ekki greinamun á þessum táknum að menn segja stundum að sko að fáninn á að vera tákn þjóðarinnar. Þetta er þjóðfáni en skjaldarmerki er tákn ríkisvaldsins og þetta er logo, þetta er heilagt merki ríkisvaldsins og enginn má nota það nema ríkið. Samt til dæmis tókst þeim ekki að koma þessum skildi upp á Alþingishúsið við lýðveldisstofnunina. Það hangir ennþá merkið Danakonungs, Kristjáns 9. er bara í forsæti og það er með ólíkindum þetta skulle vera ennþá. Þetta liggur mjög djúpt merkjamálið í þessu. Þarna þetta er sama merkjamálið, þó við köllum þetta landvætti, þá liggur þetta miklu dýpra, þetta er sama myndmálið og eru í Biblíun. Þetta eru tákn Markúsar, Matteusar, Lúkasar, Jóhannesar Guðspjalls og þetta eru bara í sjamanisma tákn áttana. Og þetta liggur mjög djúpt í sem sagt bara mannsandanum, þessar erkitýpur staðsetningu mannsins inn í ríki dýranna. Þetta hefur aldrei tekist að koma upp á hafa gert að þessu mót og ég skilur enginn hvers þetta er ekki gert. Mér er sér sagt að Alþingi hafa enginn svona borgað fyrir verkið og hann þurfti að fara til dómstólana, versmiðan og smiðurinn sem gerði þetta á sínu tíma. Þetta er með ólíkindum, þetta mál. Og þetta virðingarleysið þarna birtist í ýmsum myndum. Þetta er orðið sko tattoo á bringum einhverja töffara. Þetta er orðið að gólmottum, þar sem menn þurrka skóna sína á þessu. Og þetta er orðið, og þetta kannski lýsir þetta sem mynd kom í kjölfar hrunsins, sem er verið að gefa í skil, heyrðu voruðum öll á blinda fyllir í, þegar allt saman fór til andskotans, skiljiði, og raunverulega segir ýmsum okkur, er þetta komið í Disneyland eins og 17. júní, og þetta er, og hvernig að útskýra þetta er barnablað, dreift með morgunblaðin á 17. júní, eða rétt fyrir 17. júní, og eiga svo foreldrar að útskýra til hversu við séum þjóð, hver séu menningaverðmat okkar, hver erum við með Mikka Mús, hérna Jóakim og Andrési Önd og Plútó. Þannig að sjáum við 7 helstu táknmyndir, 7 eða 8 þjóðarinnar, eitthvað sem að sko, við höfum talið að gerða okkur að þjóður raunverulega í táknmyndum og því sem að skapar vald og virðingu. Já, við trúum því Þú ert eiginlega búin að tæta það niður og ég ætla ekki að segja að þú hafi gert það, þjóðin hefur gert það raunverulega. Sjálf, hvað stendur þá eftir? Við getum ekki skapað virðingu fyrir þessu á nýjanleik. Nei, sko, þegar þetta er orðið svona, þá spyr maður sig, sko, hvernig gat þetta gerst og hverju sofnuð á verðinum? Og það sem ég held að hafi gerst er það að sérstaklega eftir stríðið með lýðveldisstofnuninni, þá fóru menn að hatast út í til dæmis myndmál. Menn gerðust mjög hlutlægir og menn kölluðu sig struktúralista og modernista og það var burt með allt táknmál, burt með allt myndmál og menn gerðust sko uppfullir af svona vísinda og rannsóknarhyggju. En finnst þau búin að hvað að segja, að fara svona illa með þetta, þá erum við í rauninni svo að hlut til að þurrka þetta í burtu. Hvað kemur eitthvað í staðinn fyrir þetta sem að skapar virðingu? Já, sko, það sem ég er raunin að koma sko undirbyggja þetta, sko, að þegar við missum niður myndmálið, þekkinguna og virðinguna fyrir því, og við förum að hengja okkur meira á textafólk og svona fræðimennsku kring texta og database og ég vil meina það að það myndist þá svona stétt
kennara, embættismanna og uppalanda sem eru fastir í Excel-skjölum. Allt skólakerfið okkar var meira eða minna byggt á öðru heilakferinu, á stærðfræði, á staðreindaþekkingu og svo framvegis, og menn vanræktu algjörlega myndmálsþekkingu og listaþekkingu og lítu á listir og menningu sem nánast hvíld frá alvöru námi. Og endanum með því að samfélagið og valdamenn og embættismenn eru orðnir bara annars heilakfells fólk fast í Excel-skjölum, rúðustrikuðum Excel-skjölum, fullt af upplýsingum, engin viska og ekkert vit og engin þekking. Pólitíkusar okkar, leiðtogar okkar eru orðnir skíthræddir innan þetta fólk því er ógnað með staðreyndum að þetta megi ekki, þetta má ekki því að tölurnar segja þetta. Því að við áttum okkur á því að fólki með Excel-skjölin, það hefur engin augun nema aftur fyrir sig. Það getur bara að skoða það sem var, það getur bara að kortlagt það sem var, það treystir ekki innsæi sínu, það treystir ekki ímyndunaræfli sínu, það treystir ekki tilfinningu sínum. Það trúir því meiri segja að til þess að vera professional, þá er ég að þurrka út alla tilfinningar, allt ímyndunar. Þá ætla ég að spyrja þig, hvernig er hægt að ávinna, hvernig geta þessi tákn endurheimt virðingu sína eða hvaða nýju tákn geti komið í staði? Já, það sem gerist er það að síðan nefnilega gerist eitt sem engin bjóst að myndi gerast, og það er hvað myndvæðing samfélagsins verður mikil. Bæði er margfalt meira prentað af myndum heldur nokkuð tíma var gert áður. Og síðan kemur sjónvarpið, myndmiðlarnir, netið og allt saman. Allt í einu erum við ekki lengur bundin við það að vera þjóð eins og við vorum. Við erum meira orðin partur af stóru samfélagi á jörðinni, og ekki nóg með það að það sem gerist líka sem viðbrögðin við þessu á sínu tíma vil ég meina hafi gerst þegar amerísku listamaður labbaði inn í salin með brillóbox og myndir af myndir sem hann tók ekki sjálfur. Hann kemur með mynd af Marilyn Monroe eða Jackie Kennedy, hann tók það ekki eins og sjálfur, og vegna þess að hann fattar að samfélagið er orðið aftur myndvætt í kringum verslun og samfélagsgerð sem við viljum ekki alltaf játa að við konnumst við. Með öðrum orðum er ég að segja að við þekkjum ekki lengur gömlu táknin, við þekkjum ekki lengur einu sinni nöfn á trjám eða jurtum eða dýrum, en við þekkjum orðið logo, merki stórfyrirtækja sem eru orðin sem skipta á splitt sekundu veit ég að ég þekki alltaf til 1000 vörumerki. Á splitt sekundu veit ég að ég þekki marga stjörnur frá Hollywood. Á splitt sekundu þekki ég mikið af fólki sem eru fyrirmynda mínar í leikjum eða bíómyndum eða hverju sem er. Með öðrum orðum er ég að segja að við erum komin á alþjóðlegan stað sem virkar allt öðruvísi heldur en var áður. Þannig að við getum gleymt þessum gömlu táknum okkar og sagt við erum búin að tapa virðingu gagnvart þeim og munum aldrei endur. Já, það þýðir ekki að berja hausnum við steina. Við erum ekki lengur litla Ísland, við erum orðin partur af miklu stærra samfélagi. Þetta þýðir ekki lengur. Og ég vil meina það líka að það sé til ákveðin viðspyrna gegn þessu, og ég vil líka meina það. Og hver er viðspyrna? Viðspyrnan er kannski fólgin í því að við förum að leita því hvað í samfélagi okkar er þá ekta eftir allt saman. Hvað er sérstakt? Hvað er sérstakt og hvað er ekta? Við förum aftur yfir í lopapeyssuna, við förum aftur yfir í slátrið, við förum aftur yfir í heimagerða hluti, við förum aftur yfir í hérað, skilurðu, við förum aftur að þekkja búkontlokkar og snata, og við förum aftur í hvað og aftur yfir í fyrir hvað við stöndum. Guðmundur, Goddur, kæra þakki fyrir komuna. Að loknum 10 fréttum verður sýndur þáttur harðsnúnu lögguna Lúther og endursýndur lokaþátturinn af refsirétti.